Þá komið að síðasta liða á dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fara hér yfir það helsta sem hefur verið í mínum störfum síðustu 2 vikunar. Miðvikudaginn 7. maí þá fór fram aðalfundur Hafnasamlags Norðurlands og ég ætla nú bara að taka það fram að við eigum þarna frábært fyrirtæki með nágrönnum okkar sem við getum verið gríðarlega stolt af. Það flottur rekstur og staðan góð. Sama dag þá vorum við á fundi með sambandi íslenskra sveitarfélaga, ég og bæjarlögmaður og fleiri starfsmenn, þar sem við vorum að ræða lausafjármuni. Og ef við bara köllum það réttu nafni þá það drasl í bænum og drasl í bæjum landsins. Og ég held að það sé fátt sem pirrar íbúa meira en bílhræ og bátar og gámar og fleira sem víða. En þetta dálítið mál og ég held að flest sveitarfélög í landinu að glíma við þetta vandamál og sambandið ætlar að beita sig fyrir því að lögum verði breytt og reglugerðum þannig að þetta verði gert okkur auðveldara að leysa þessi mál. Og ég held að við þurfum að taka dálítið höndum saman til þess að koma böndum á þetta drasl, svo ég tala nú bara íslensku. Nú kvöldið enda á því að fara í Hof og horfa á hæfileikarík ungmenni af Norðurlandi sem tóku þátt í fiðringi sem svona svipað og skrekkur í Reykjavík. Það voru ungmenni úr Húnabyggð sem sigruðu og það var alveg óskaplega gaman að fylgjast með og sjá þetta hæfileikaríka unga fólk sem blómstraði algjörlega á sviðinu. Nú í síðustu viku þá var lokafundur rýnuhóps vegna jafnlauna kerfis og vottunar og í síðustu viku eða núna miðja viku þá tóku við á móti framkvæmdastjóra og starfsfólki í Sambands íslenskra sveitarfélaga og þar sem við kynntum helstu verkefni sveitarfélagsins og áherslur og vorum að ræða svona ýmsar áskoranir sem eru í rekstri sveitarfélaga og þetta var ágæti fundið með bæjarfulltrúum og starfsfólkinu og gott að hittast til þess að ræða málin og það sem okkur liggur á hjarta. Og það sannarlega þannig að sambandið styður við sveitarfélögin í flóknum verkefnum sem eru sífellt að koma inn á okkar borð. Nú í síðustu viku þá fór einnig fram súpufundur atvinnulífsins sem var skipulagður í samvinnu Akureyrarbæjar og SSNE og var yfirskriftin hvernig hagsmuna okkar gætt og það var fullt hús. Hingað mættu framkvæmdastjórar samtaka atvinnulífsins og samtaka iðnaðarins og sögðu frá starfi þessara samtaka og hvernig þau geta stutt fyrirtæki og sitt félagsfólk. Og ég bara efast ekki að fundir sem þessi sem við áætlum að halda núna með reglubundum hætti muni styrkja ennþá frekar samtalið við atvinnulífið. Og svo var aðalfundur Vaðlaheiðarganga, þar sem ég sitt í stjórn í síðustu viku og þá var á föstudaginn fundur með fulltrúum aðildar sveitarfélaga í samtökum sjávarútvegsfyrirtækja ásamt þingmönnum, það sem var rætt hækkun veiðigjalda og áhrif þeirra á þessi samfélög og hvernig við hyggjumst bregðast við frumvarpinu með tillit til umsagnar það. Og samtök sjávarútvegsfyrirtækja létu gera úttekt sem við erum að bíða eftir að fá afhenta áhrifin á sveitarfélögin í landinu. Nú hverfisfundur Giljaskóla var einnig í síðustu viku og hann var vel heppnaður og það komið fram í ýmis atriði sem sveitarfélagið þarf að taka til sín og laga. Ég mjög ánægð með
hverfisfundina sem hafa þegar farið fram og það mjög mikilvægt að ná þessu beina samtali við íbúana í hverfanum okkar. Nú upptakturinn að fjárhagsáætlunin hafin, þannig að á þessum tíma árs þá horfum við svona yfir 3 ár, 24, 25 og svo 26 og við höfum verið að funda með stjórnendum, forstöðumönnum og sviðsstjórum á sviðunum og þar sem við að kynna ferlið sem framundan og heyra hvað þeim liggur á hjarta varðandi reksturinn og stöðuna og við höfum líka lagt áherslu á að bjóða stjórnendum á kynningu á ársreikningi og gerðum það sömuleiðis. Þannig að við höfum átt þetta góða samtal fjárhagsáætlunarferli þannig að stjórnendur geti farið að búa sig undir það sem fer á fullt að sjálfsögðu eftir sumarleyfi. Nú það var afar ánægjulegt hérna í síðustu viku þegar ég tók á móti stórum hópi starfsfólks Akureyrarbæjar, rúmlega 100 manns sem þýddi að hópurinn kom í tvennu lagi, þetta voru held ég 135 og þetta góða fólk á það sameiginlegt að hafa unnið í 25 ára eða lengur hjá sveitarfélaginu og þeir sem eru með lengstan starfsaldur hafa unnið hér í ríflega 40 ár. Það Sigurður Gunnarsson hjá umhverfis- og mannvirkjasviði og Brynja Björk Pálsdóttir sem starfar hér á þjónustu- og menningarsviði. Við erum alveg ótrúlega heppin að eiga svona gott starfsfólk sem hefur sýnt okkur svona mikla tryggð og trúnað og helgað okkur sveitarfélaginu og okkur þessu samfélagi sinn starfsferil. Og starfsfólkinu var færður eilítill þakklætisvottur og svona fyrir þessa trúmennsku. Síðastliðinn föstudag þá var mikil gleði í Hofi þar sem framfór Evrópuþing Kívanis og ég held að það hafi verið 350 manns allstaðar úr heiminum þó aðalega úr Evrópu en meiri segja frá Malasíu og ég fekk þann heiður að ávarpa þingið á setningu þess og hitta þar góða gesti sem kom víða að. Og í gær var aðalfundur þekkingavarðar og fyrir í dag var fundur með ferðafélagi Akureyrar sem ég og Heimir Örn Árnason áttum og svo var rétt áðan tekin fyrsta skóflustunga og formað bæjarráðs og fræðslu- og lýðheilsuráðs Heimir Örn Árnason afsakið, gerði það og það leikskólinn Hagasteinn sem glæsilegur leikskóli sem rísa mun í Hagahverfi. Og í kvöld þá tökum við á móti góðum vinum okkar frá norrænu vinabæjunum sem verða hér fram á föstudagsmorgun og þeir eru sem sé að koma í kvöld. Læt þetta duga. Bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 15. maí, bæjarráð frá 8. og 15. maí, skipulagsráð frá 14. maí, umhverfis- og mannvirkjaráð frá 7. maí og þessar fundagerðir má allar nálgast á heimasíðu bæjarins og þá slít ég fundi 5:30. Takk fyrir góðan fund.